Og áfram höldum með föstudagsþáttinn og til mín kominn hann Daði Freyr, velkominn. Takk fyrir. Það var ekkert grín að komast norður? Nei, fluginu var aflýst og við þurftum að keyra. Þið brunuðu bara í bíl? Í hríðinni. Já, var allt í lagi með ferðina? Já, bara kósí, sko. Þið eru að fara að halda þrenna tónleika, tvenna núna í kvöld. Já. Og svo eina á morgun. Eina á morgun. Og mögulega eitthvað laust? Já, ég held að sé eitthvað laust á tix.is, á Norðurljósin. Já, tónleikarnir heita Norðurljósin og hver eru nú með þér að syngja? Það ég og Óskar Péturs og Salka Sól og Jón Jónsson og Sigríður Tólasíus og Magni Ásgeirs. Vá, því stórskota lið. Ég held að þetta verði svolítið kósí, sko. Já. Svolítið jólalegt. Það ekki? Allir að syngja jólalög og í stemmingu. Fullt af stemmingu. Já. Svo kór og alveg stór hljómsveit, sko. Já. Þetta verða stór tónleikar. Já. En það ekki bara það sem þú ætlar að segja okkur frá. Þú ætlar líka að segja okkur frá nýju jólalagi. Já, ég var einmitt að gefa út nýtt jólalag 1. desember. Já. Mér finnst svona það vera dagurinn þar sem maður má byrja að hlusta á jólalög, sko. Og 31. Síðasti dagurinn þar sem maður má hlusta á jólalög. En þetta lag gerði ég fyrir jólastundin okkar og það verður myndband frumsýnt við þetta 25. desember í jólastundinni sem við vorum að taka upp daginn. Já. Þetta verður. En þú mátt samt taka þína útgáfu fyrir okkur, það ekki? Jú, þið fáið smá forsmekk. Það ekki? Og eitthvað sem þú getur sagt meira þetta jólalag, auðvelt að semja jólalag eftir pöntun? Sko, ég samdi þetta í október, svo það var svolítið skrítið. Ég byrjaði á því að hlusta, tók svona session eða tók smá tímabil þar sem ég hlustaði á nokkur jólalög og reyndi svona að neyða mig í eins konar jólaskap í október. Og svo samdi ég þetta og það gekk bara ágætlega. Þetta svona, ég aðeins að reyna að koma inn á það í þessu að mér finnst svolítið mikið pælt í pökkunum og skreytingunum og svona stress, svona óþarfanum í kringum jólin, sko. Mér finnst þetta bara snúast fólkið sem maður á, sko. Tekst þér að halda jólin þannig? Þarftu einhvern veginn, ertu búin að þurfa að gíra þig niður og vinda ofan að einhverju svona bulli? Ég meina, maður tekur náttúrulega þátt í pökkunum og svona, ég get ekki verið bara sagt að ég vil ekki gefa neitt og ekkert fá tilbaka, þetta bara... En maður getur samt spáð aðeins í hvað maður gefur. Já, nákvæmlega. Og reynt að láta það þá ekki vera einhverja óuða landfyllingu. Það þarf að vera svolítið mikil hugsun bak við það, finnst mér. Annarkvort eitthvað sem að þú getur notað, sem að eyðist, einhver svona gjafabréf í leikhús eða eitthvað svoleiðis, eða eitthvað sem að fólkið að fara að nota eða mun eiga framvegis, ekki eitthvað svona einnota dæmi, sko. Þar getum við allavega að byrja, einmitt. Já. Heyrðu, það er frábært að fá þig í þáttinn og við hlökkum til að heyra þetta lag og gangi ykkur vel með tónleikana. Takk fyrir það. Og takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir mig. Og þannig ætlum við að enda þennan föstudagsþátt, nýtt jólalag með Daða Frey. Takk fyrir að horfa. Það kalt í desember og snjórinn svo rámótt. Undir teppinu pláss fyrir dót. Við sitjum saman og horfum á Home Alone í 100. skipti. Vá, hvað það jólaleg, hvert sem ég horfi. Þetta kakódrekkur sig ekki sjá. Ljósin svo notaleg, en þetta mér svo lítils virði. Ef þú yrðir alltaf það sem ég því, allir dagar jólin með þér. Ég bara skil ekki hvað jólastress það ekkert sem að við eigum eftir ógert. Ég þarf ekki að skreyta eða pakka inn, mér finnst það
tilgangurinn. Því allt þetta mér svo lítils virði, mín þakkir ef þú yrðir alltaf það sem ég er því. Allir dagar eru jólin með þér. Allir dagar